Já, velkomin. Takk fyrir að horfa á þetta myndband. Ég heiti Kristján Sigurjónsson og það sem mig langar að sýna þér er þegar þú skráir þig inn á IBSWIF að þá er mikilvægt að velja sér rétt username, það er að segja þetta hérna. Það er bæðið með tilliti þess hvernig þetta birtist á í þeim link sem að þú kemur til með að fá, og þá skiptir ekki máli hvort þú ert sem sagt greiddur aðili eða hvort þú ert bara með frískráningu og vilt nýta þér fríu heimasíðuna. En þá er usernameið, það er raunverulega það nafn sem birtist eins og hérna í linknum þínum. Ég er með usernameið Kitty C. Ég hefði getað verið með eitthvað annað, ég hefði getað verið með Kristján eða Chris eða eitthvað slíkt sko. Þannig að sko ef þú vilt persónu gera þetta þér að þá mátti í þín tilfelli nota bara þitt nafn og en passa sig á því að vera ekki að nota sér íslenska stafi. Það virkar ekki sem skildi. En nóg það sem ég ætla að sýna þér núna, það er hvernig þú myndir setja upp þína vefsíðu, og ég vil árétta það að þessi vefsíða er til eigin nota fyrir þig. Þú getur gert hvað sem er við þessa vefsíðu, en hún kemur að vísu uppsett með skal ég segja þér hérna efni frá IBSWIF sem að þú getur bara svissað út, bara skipt þú getur skipt alla myndir og svo framvegis. Það er nóg það, ég ætla að mynda mér í þetta og þá er ég sem sagt komin hingað þar sem ég skrái mig inn á stjórnborði hjá IBSWIF í raun og veru. Nú ég logga mig bara inn. Nú þá er ég komin hérna inn á stjórnborðið. Nú sem frýr aðili að þá sér þú væntanlega bara hakað hérna við hérna tvö neðstu hérna, og hérna get ég farið og nálgast farið beintin á síðuna, og hérna get ég farið og smelt og byrjað að hérna þá er ég komin inn á stjórnborðið á síðunni, og það er hægt að gera þetta í rauninni hérna líka. Þá er síðan það myndi vera þetta hérna. Það er sem sagt usernameið sem að þú gerðir og slóðin er hérna. Nú ég ætla að vinda mig bara strax í að fara inn á stjórnborðið á vefsíðunni, og ég smelli bara hér. Nú þá lítur þetta svona út, og það sem að þú getur gert, þú getur náttúrulega byrja á því að skoða hvernig síðan lítur út. Þú getur farið hér og farið hérna og visit site, og þú getur haft hana bara í sér glugga eða þú bara hérna hefur hægrismellir á músinni og open link in new tab eða window eða hvernig það kemur upp hjá þér. Og sko þá til þess mín síðan þá lítur hún svona út, og þín síðan lítur nákvæmlega svona út að öllu leyti, nema þú ert náttúrulega ekki með mynd hérna eins og ég komi hér eða hérna þannig að þú þarft að breyta því, og til þess að gera það að þá ferðu tilbaka inn á stjórnborðið. Nú
þá ferðu hér smettir hér á appearance og ferð hér niður í your info. Nú hérna setur nafnið þitt, hérna setur username þitt, það er Kitty C hjá mér. Það verður að vera sama usernameið eins og hérna usernameið sem þú skráðið inn á til þess að gerast meðlimur hjá Episwave, hvort sem það er frímeðlimur eða greiðtumeðlimur. Nú hérna skrifar það bara einhverjar svona upplýsingar, svona léttar upplýsingar um þig og hérna ferðu niður og hérna myndur setja inn upplóta mynd af þér. Það er mjög mikið atriði. Það er að hafa mynd af sér hér á þessari síðu. Þetta er jú síða sem að tilheyri þér, þannig að hérna ég mæli eindregið með því að þú gerir það. Þannig að þegar þetta er komið upp og þú ert sem sagt búinn að seifa hérna, þá myndið þú fá þetta sem sagt svona uppsett hérna með nafninu þínu og mynda þér hér. Og nú ef förum tilbaka hér að þá sjáum við það að ef við kíkjum hérna á til dæmis förum hérna í postana og klikkum hérna á all posts, þá er þetta postandi mínir hérna og þú færð sennilega þessa posta hérna uppsetta hjá þér og þá myndir þú bara ef þú ert losna við þessa posta hérna, þá getur þú farið hérna inn í edit vissulega getur þú getur náttúrulega hent þessum posti bara út, en þú getur líka farið hér og sagt segjum hérna ef þú ert eiga þetta kannski til seinni tíma nota alltaf að segja að segjum ef þú gerist greiddur aðili á Episwave, getur verið ágætt að eiga þennan post bara og það er hægt að breyta honum svona þess að vild. En í þessu tilfelli þá hérna myndi ég bara klika hérna á private og update og þetta er þessi póstur hérna, an all-in-one marketing system has arrived, þannig að hann er hér þessi póstur hérna og sem ég var raunverulega að setja í private, en þegar ég endurræsi síðuna hérna að þá sérðu að hann er farið þessi póstur. Nú en að því að ég ætla að hafa þennan post hérna hjá mér og þá ætla ég bara að fara tilbaka aftur og smelli hérna aftur public og segja bara ok publish svona og endur að sérna og þá er hann komin hérna aftur. Þannig að þú þarftir hann ekkert að henda þessum postum út frekar en þú vilt, en þetta máttu gera það ekkert í stóð kæra því neitt að hafa þetta. En nóðum það ég ætla samt aðeins að sýna þér hérna til dæmis
hvernig við setjum upp eða breytum myndum. Við getum til dæmis breytt hérna þessu logo hérna. Segjum að þú vilja breyta því, þú vilt hafa hérna þitt eigi logo og þá bara gerur það þannig að þú ferð hérna, skal ég þess í hérna, þú getur farið hérna í Themes og þú getur farið hérna í Theme Options og hérna í rauninni getur breytt sko myndinni. Það er að segja, hérna er slóðin á þessa mynd, þessa hérna logomynd og það sem að þú getur gert að þú getur farið hérna í bara í upload nú þú getur farið hérna í choose file, þá getur valið hérna einhverja mynd hérna af þér eða hvað sem þú vilt nota. Segjum að ok, ég ætla að breyta þessu bara hérna, tek þessa hérna bara upload þá er myndin komin hér og eins og var ég búin að setja þessa mynd hérna inn áður og það sem ég gerir það bara núna, það er að ég smelli bara hérna á myndina og ég fer hingað næ bara í þessa slóð hérna af myndinni, nýju myndinni og segi copy fer hérna tilbaka það sem ég var áðan og hendi þessari mynd út, peista nýju myndina hérna inn svona og save options svona ok, þannig að ef ég fer aftur inn á síðuna mína hérna þá refresha ég hérna að þá er ég búin að breyta þessari mynd hér. Nú sama er með sko eins og þessar myndir hér, það er hægt að losna náttúrulega við það líka og þá förum við bara hérna í skal ég segja þér header og þá sjáum við hér að hérna er mynd eða myndir reyndar, það eru nokkra myndir hérna sem eru hér og við sjáum það að það er búið að gefa upp hérna pixlastærðina hérna á myndunum þannig að þegar maður velur myndina að þó að hún sé kannski aðeins of stór myndin að þá hérna getur við sem sagt minnkað hana í þessa stærð hérna sem að gefið þér upp hér 1102 sinnum 350 pixlar og þá myndið þú bara velja myndina hér ef þú átt hana inni það er að segja í hérna myndamöppunni hérna inni í kerfinu og þér annars hérna eða hérna öllu heldur fyrirgjöðu ef þú átt hana í myndamöppunni þá notar þennan hnapp hérna
ef þú ætlar að ná hérna úr tölvunni þá notar þennan hér. Þannig að þetta nú það sem að, og svo það hægt að eyða þessu hvernig sem það vill. Þetta nú svona það sem að ég vildi svona bendi ykkur á svona í starti sko. Og það líka hérna sko það sem ég bendi ykkur sérstaklega á, og þá hérna þá hægt að fara hérna í video tutorials og þar eru alls konar sko myndband varðandi rauninni allt hérna sem að hægt að gera, og þá bara smellir maður hérna ef þú ætlar að sjá vídeo að hvernig þú setur nýjan post, að þá smellir bara þetta vídeo hér og þú færð leiðbeiningar það hvernig á að setja upp postinn, og eins með hvernig þú setur upp síður og to create a post, click on or hover over the post button in the sidebar of your dashboard and then click add new. Slaka á þessu hérna. Síðurnar, það sem sagt það birtast hér og svo annað sem að mig langar kannski að benda á svona fyrir þá sem að eru ekki kunnugir þessu. Þetta í rauninni bara WordPress og það hvernig maður notar menu. Það að segja að þú að velja sko menu til þess að fá síðuna hérna upp þegar þú býrðar til. Nú ég fer bara hérna tilbaka. Slaka þessu hérna. Ég fer hérna tilbaka til dæmis og nú ætla ég að fara í Pages og ég ætla að velja hérna Add New. Ég ætla að velja hérna nýja mynd. Nei, hérna nýja síðu fyrir gjöð. Og ég ætla að skýra þessa mynd eitthvað hérna bara, sem bara hestar, sem það bara. Og svona bara. Nú ég ætla að setja mynd hérna líka og þá fer ég hérna og smelli á Add Media. Sko í mínu tilfelli þá ég á hestamynd hér sem ég get notað sko. Ég get líka farið og valið hérna úr tölvunni hjá mér, þá smelli ég bara hérna og vel hérðan, en ég ætla ekki að gera það í þessu tilfelli. Ég ætla bara að nota þessa mynd sem ég átti þarna. Þá fer ég bara hérna tilbaka í möppuna, smelli hér á og ég ætla að hafa myndina hérna til vinstri og svo hægt að fylla hérna út sko ef vill, og ég segi bara insert. Þá hún komin hér myndin. Í þessu tilfelli að þá langar mig líka að benda á að þið sjáu það textin hérna, hann svolítið klestur upp í myndina og til þess að laga það þá smelli ég bara hérna myndina og hérna náttúrulega hnappi líka til að eyða bara myndinni, þá bara smelli það þennan og það hverfur hún. En til að laga hérna textan svo hann sé ekki alveg svona klestur upp í myndina, þá fer ég hérna
og vel advanced og hérna set ég já, svona, ég ætla að setja bara 4 hér, 4, 5 það ágætt hérna og update að þá sjáu ég það sko að textin hann hefur færst hérna frá aðeins sko. Nú það líka hægt að smella bara myndina ef þið viljið láta myndina vísa á einhverja slóðin eitthvað til dæmis, þá getið þið bara smellt hér og eyðið þessu bara út hérna og ég get haft hérna sett hérna síðuna mína þá ger ég það bara svona og skrifa hérna bara svona texta, það er það sem að raunverulega birtist þegar hérna skal ég segja músarbendillin fer yfir myndina ég sé bara update og publish og hérna get ég farið og sagt bara hérna view page og get ég skoðað þessa síðu og þá lítur þetta svona út og ég með þess þið sjáu það að þetta kemur hérna strax inn þessi síða hérna hestar en segjum að þið séum með einhverja síðu sem að þið vilji hafa semst á bakvið að þá múti ég bara fara hérna tilbaka og fara hérna í appearance og fara í menus nú þetta er menjúin hérna þetta eru síðurnar sem að birtast en í þessu veli þá ætla ég ekki að láta þessa síðu hestar ég ætla ekki að láta hana birtast ég ætla að hafa hana bara bakvið og þá bara fer ég hér og segi remove og segi menu og ég get setna meir þá get ég bara sett þessa mynd aftur hérna smelli ég bara á hana hérna og add to menu svona og save en eins og ég sagði á þann ég ætla ekki að hafa þetta hérna þannig að ég ætla að fjarlægja þetta og ég save þessu hér og fer aftur og skoða bara síðuna mína að þá sjáu það að þessi síða hestar hún er farin út en þetta er nú svona bara svona stutt yfirlit svona yfir svona uppsetninguna hjá ykkur ef að þið viljið sem ég væntanlega þið viljið væntanlega gera það þið viljið væntanlega breyta þessari síðu á ykkar geðþótta og nota hana í ykkar tilgangi þannig já, ég held að það sé þá bara komið í bili og ef það eru einhverja spurningar þá endilega hafið þið bara samband og ég má gera mitt besta til þess að aðstoða ykkur en fyrir alla munið að fara hérna í video tutorials því að það er raunverulega sko yfirferði yfir allt sem hægt er að gera nú þá sé ég bara bless í bili gangi ykkur vel